atriði frétta í kvöld eru óeirðir við Smáralind í kjölfar mótmælafundar femínista. Tölvufyrirtæki í Smáranum lokað af vinnueftirliti vegna hávaðamengunar. Iðnaðarmenn í tómri steypu við Holtasmára. Bin Laden með kjallaríbúðaleigu í Breiðholti. Og túrtappar bannaðir í millilandaflugi. En áður en við vindum okkur í fréttina, þá fyrst þetta. Skyggnir hf rekur umfangsmestu og flóknustu tölvukerfi landsins og þar á meðal öflugustu kaffivél í Skandinavíu. Sigurður Pétursson, SCA, Selecta Certified Administrator og CCCP, Certified Coffee Machine Cleaner Professional, sér alfarð rekstur, stillingar og öryggismál vélarinnar. Að jafnaði fara 2 til 3 tímar á dag í þessi mál, en auk þess hefur hann í frítíma sínum unnið að ýmsum endurbótum á vélinni, meðal annars vírnetstengtana við stærsta kaffiframleiðandi í Brasilíu og þannig sér vélin sjálf að panta kaffi sem sérmalað fyrir þessar vélar. Án þess að fara of djúpt í tæknilega eiginleika Selecta vélarinnar, þá má í stuttu máli nefna að vélin hefur 2-falda glussahjuppu sem keyrð á spindilvökvajafnara með skarkalabremsu. Þessu öllu stýrt með Solaris miðverki sem meðal annars stjórnar marvaðadælunni sem hangir á 2-falda bókaöxlu. Með þessari vél má segja að Skyggnir sé eina raunverulega netkaffið. Í beinustu 3. Ok, ég ætla á klónu. Það búið að breyta aðganginum á klósettunum. Já, vissirðu það ekki? Það eru bara 4 með aðgang af klóstinu núna og engin yfirmaður í vinnu núna. Kræst, það verður slys á þeim hérna í mann. Tja, Skyggnismenn deyja ekki ráðalausir, hafðu þetta! Hvað er þessi? Jöp. Það var ekkert. Já, og mér heyrist þeir vera tilbúnir með sportpakkan þarna neðan úr sal Kennaraháskólans. Já, yfir til ykkar, íþróttafrík.
stattir hérna í íþróttasal Kennaraháskólans. Ég með hann hérna Gumma. Ég ætla að spyrja það einna spurningar. Hvað segir kindin? Hérna náði ég hann Heiðar, einn af dýrari leikmönnum Skyggnis. Það að segja inn á vellinum. Ég veit nú ekki hvernig hann í vinnu, en það sama. Ég ætla að spyrja það einna spurningar. Hvað segir hundurinn? Voff, voff. Eina spurningu hérna í loki. Hvað segir asninn? Já! Jæja, maður er alveg dauðþreyttur eftir þennan frábæra íþróttapakka. Já, og við hjá fréttastofunni við þökkum alveg kærlega fyrir okkur í kvöld. En mér skilst að skugginn í dag sé með skemmtilegan pakka jólabókaflóðið sem er að ríða yfir okkur Íslendinga. Og ég gef bara boltan yfir til skuggans í dag, gjörið svo vel. Fréttirnar? Stöðunar? Eins og stuðið hvað sem sagt á. Þessi! Nákvæmlega! Þetta finnst mér nú ekki merkilega bókmyndir. Já, þetta er nú bara þarna hérna að kemst stöðunar í bókinni. Við erum nú lesið fallegri lög og klósetökjum hendur með þetta. Já, þetta. Þú hefur þá ekki lesið marga bækur. Tökust það nú ekki á svona þvaður komandi frá einhverjum sjálfstæðis einhverjum. Þið klikkið þetta út. Já. Jæja, strákar, ef þá fara að byrja á þessu. Já. Ég hef fengið til mín hérna 2 bókmenntagagnrýnendur til þess að gagnrýna jólabókaflóðið í ár. Annars er það Brynjólfur Dildó og Guðbrandur von Kollan. Þeir hafa lesið sitt hvora 3 bækurnar og gaman að fá að heyra hvað þeim finnst. Ég má lesið fleiri bækur. Þær. Nei. Brynjólfur, bók Svavarsgeir Svavarsson. Þetta lagast allt þegar við flytjum. Já. Hvernig var þessi lesning? Já, í bókinni er tekið fyrir hvernig laga má öll skipulagsmál fyrirtækja með einföldum flutningi. Já, Þessi bók er lykillinn að árangursríkri stjórnun fyrirtækja. Og þú veist það ekki. Það er svona við innustildi, strákar. En þú, Guðbrandur, segðu mér frá bók Sigurðar Péturssonar SCCCP sérfræðings. Já, einmitt. Þetta er hámenntaður maður. Já, alveg rétt. Hann er hjá Selecta, er það ekki? Jú, einmitt. Hann var í 4 ár í Danmörku. Já, bókin Þegar kaffi klárast. Þetta er áhrifamikil saga þar sem lýst á myndrænan hátt. Þeim ósköpum sem dunni geta yfir stórfyrirtæki þegar rekstur kaffivélað þeirra stöðvast. Gerist þetta ekki? Þetta kemur fyrir. En, Brynjólfur, Já. þú last þarna bók eftir Bergsveinn. Já. Bergsveinn Þórarinsson. Var nokkuð veit í þessu? Já, hún heitir Leist þetta, bókin. Bergsveinn hefur íslenskað notendahandbók Rhys Holvitt, en sú bók hefur notið mikilla vinsælda í Bandaríkjunum. Bókin kennir notkun samnefnds kerfis sem leysir mun fjölbreyttari vandamál en forveri þess Reddessu. Já. En, Guðbrandur, hvað varst þú með meira? Já, ég gluggaði þetta í bók eftir Andrés Hallgrímsson. Já, hann að Skaga. Já, Trukkaði töðruna. Titillinn er nú reyndar mun skemmtilegri en bókin, en þetta er sjálfsævisaga Skagamannsins hrikalega sem hefur náð frábærum árangri sem þjálfari og leikmaður knattspyrnuliðs Skyggnis. Akkurat. Þetta er svona sagan frá uppvaxtarárum hans í Semensbótanum á Skaga og alveg fram til glæsilegs árangurs með Skyggnisliði. Já, það er nú sérdelis prýðilegur árangur. Brynjólfur, þú last bókina eftir Ómar Örn Jósefsson, OJ eða Ómar Örn. Já. Hún heitir Hvað? Sérstæður titill. Ljóðabók með frumsöngdum ljóðum höfundar. Já. Titilljóðið
Hvað? Fjallar hinn ýmsu orðtiltæki. Já, mig langar að fara með titiljóðið. Endilega gerðu Já, það er svona. Hvað? Það er þessi. Nákvæmlega. Sko, það er ekki öðruvísi. Það er núna! Hreinsnill, alveg hreinsnill. Já, saman. En síðan bókin var gefin út, hefur Ómar verið í ritdeilum við Ágúst Harðarson, útgefanda ljóðabókarinnar Hættu nú! Já, akkurat, þetta er fínt. Segðu mig Guðbrandur, bókin eftir hann Tryggva. Já. Þú kallaði TGT. Einmitt, þessi bók kom nokkuð á óvart. Þetta er ungur höfundur, Tryggvi Gunnar Tryggvason. Bókin heitir Ég kvitta ekki og Tryggvi segir ennfremur í bóksinni Stelpur kvitta, ég stíg inn í skuggann. Nei! Bókin lýsir... Sexy. Já, einmitt, mjög sexy. Bókin lýsir einmitt örvæntingum manns sem á allt sitt undir því að finna eitt raðnúmer. Í Hafsjó raðnúmera. Það er sjálfsögð. Geturðu hugsaði það? Jæja, drengir. Ég vil þakka ykkur fyrir spjallið í kvöld og vona bara að þið rífist ekki mikið á leiðinu út. Já, hvað fyrir maður úr? Takk ykkur fyrir. Nei, basta ég við þetta hérna. Róta vita. Nei, ég vil ekki. Ég veit þó ekki hvað þetta er. Þetta er maður fyrir útgerð. Nei, það er hérna. Svona kísi mín.